dagskrá borgarstjórnar sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sérstakt átak til að auka umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég tala hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ég ætla að byrja mál mitt á að lesa hana svo allir séu nú inn í því hvað að fara að tala Hún svona: Í þeim tilgangi að draga úr slysahættu gangandi og hjólandi vegfarenda lagt til að gert verði sérstakt átak í því að auka öryggi á gangbrautum í borginni en það mesta hætta á slysum. Aukning hefur orðið á alvarlegum slysum einkum hjólreiðafólki og nauðsynlegt að bregðast við því með öryggisráðstöfunum. Áhersla verður lögð á að samræma hönnun gangbrauta í Reykjavík og endurgera þær sem það reynist nauðsynlegt, auka lýsingu og bæta merkingar. Þá verður lögð áhersla á að gera sebrabrautir á vegum þar sem það á við með gangbrautaskiltum báðum megin akbrauta eins og lýst í handbókum umferðarmerki sem Vegagerðin Reykjavíkurborg gaf út á síðasta ári. Hort verði til þess að skapa samræmi í umferðarmerkingum á höfuðborgarsvæðinu og leita eftir samstarfi við önnur sveitarfélög það. Fræðsla meðal almennings og í grunnskólum borgarinnar það hvernig hjólandi og gangandi þvera akbrautir á sem öruggastan máta verði hluti af þessu átæki. Leita verði eftir samstarfi við frjáls félagasamtök, lögregluna og strætó. Umhverfis- og skipulagssviði verði falið að móta áætlun sem lögð verði fyrir borgarráð og miðast við að átæki klárist á 2 árum eða skemur ef hægt og þar með lýkur lestrinum með leyfi forseta og ástæðan fyrir þessari tillögu kannski nokkuð ljós og að sumu leyti þá má náttúrulega segja það að þessi tillaga kemur hér inn á þennan fund sem ákveða að framhalda af þeirri tillögu sem hér var til umræðu undir fyrsta lið. Ég hef nokkur sinnum á fundum umhverfis- og skipulagsráðs rætt einmitt þetta ósamræmi sem í gangbrautagerð hér á höfuðborgarsvæðinu og ósamræmi í gangbrautagerðum hér í Reykjavík. Það má eiginlega segja að það sé með öllum hætti. Nú í vikunni þá átti ég leiðum frá Hagkaupum á Eiðistorgi og ók sem leiðir lá eftir Eiðisgranda og út í Krónuna sem út á Granda, sem sagt eftir Eiðisgranda og Ánanaustum. Á þessum stuttakafla, sem ég held að allir geri sér grein fyrir hvar eru 11 gangbrautir, eða svo má ætla. Það eru 11 þveranir á götunum, án þess að nokkuð sé þar sem að gefi til kynna þar séu gangbrautir. Það eru engar línur, það eru engar sebrabrautir, það eru engin skilti, það eru engar lýsingar, það ekkert. Það ekkert sem segir þeim sem ætlar að ganga yfir götuna að þarna sé honum heimilt að fara yfir og hann sé óhultur. Börn sem læra það í skólum að labba yfir götur þar sem eru sebrabrautir og merki og lýsingar og annað slíkt, þau náttúrulega geta ekki gert sér grein fyrir því að þarna sé kannski hægt með einhverjum erfiðismunum að hlaupa yfir götuna. Ökumenn sjá ekki heldur að þarna séu gangbrautir, síst af öllu ef það er rigning og óveður eða myrkur. Það sem sagt síðan víða annars staðar gangbrautir eins og lög og reglur gera ráð fyrir, reglugerðir og handbók Vegagerðar Reykjavíkurborgar frá 2013 kveða á mjög skýrt, en það allur gangur á því samt. Ég ók eftir Strandveginum daginn, sem inn í Grafarvogi eins og ég vona allir viti, og það reyndust 6 svona þveranir sem myndu kannski vera kallaðar gangbrautir, en ekki neitt. Eru alveg eins og þessar brautir sem ég var að lýsa hérna rétt áðan, gangbrautir, þar sem vegfarendur, gangandi, hjólandi eða akandi geta ekki á nokkurn hátt gert sér grein fyrir því að þarna sé ætlast til þess að þeir þveri brautina. Það eru engar línur, það eru engin skilti, það eru engin lýsing, það bara ekki neitt. Það sem sagt brotalöm hér í Reykjavík í þessum efnum og kannski það svo að við höfum farið fram úr okkur þegar við erum að gera gangbrautastíga og ég ekki að benda á neitt sérstakan í því og hjólreiðastíga að við höfum ekki haft gætur á því að þetta tvennt þarf að haldast í hendur. Það þarf auðvitað að tryggja það að þeir sem eiga leið yfir gangbrautir séu öruggir í sínu skinni og viti hvað það sem að
þeir mega gera og svo náttúrulega kemur hinn lagalegi réttur inn í þetta líka sem við skulum ekki fara út í hér, en það getur svo sannarlega skipt máli ef á það skyldi reyna. Á ýmsum öðrum stöðum í borginni, jafnvel í nýrri hverfum, þar sem maður myndi nú ætlast til þess og vonast til þess að þessir hlutir væri í betra lagi, af því að þeim væri hugað þegar kæmi að deiliskipulagsgerð, að þar víða bara mjög svipaða sögu að segja. Og þá ég talað til dæmis Grafarholt eða Norðlingarholt, þessi nýrri hverfi, og jafnvel í miklu nágrenni við skóla, nýja skóla. Og þetta ekki í lagi, þetta ekki gott, þessu þarf að breyta og við þurfum að gera átak til þess að breyta þessu. Og það ekki nóg að við gerum það bara einhvern veginn, það ekki nóg að við gerum bara línur yfir götu, heldur við þurfum að gera með þeim hætti sem að lög og reglugerðir kveða á og það viðmiðunarreglur sem við sjálf höfum sett það hvernig gangbrautir eigi að líta út. Og nú kom hérna fram áðan að það væri nú engin slys á hjólreiðafólki og annað slíkt og menn hefur ekki lent í slysum í 20 ár og svo framvegis. Og það gott og vel að menn sjálfur komist hjá því að lenda í slysum. En það nú bara ekki svo að þau mál séu hérna í góðu horfi hér upp á Íslandi. Til dæmis, svo ég fara nú hérna strax í skýrslu sem að Mannvit gerði einmitt gangbrautir í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu, þá kemur þar fram að dauðsföll í umferðinni, meiðsli gangandi í umferðinni og dauðsföll meiri hér á 100.000 íbúa heldur en annars staðar á Norðurlöndum. Og við getum ekki látið bara eins og hlutirnir séu í góðu lagi hér. Í þessari sömu skýrslu kemur jafnframt fram að það gríðarleg aukning á slysum einmitt á hjólandi. Og það hjólandi sem meðal annars að nota gangstíga í borginni. Ef við förum til dæmis í slysaskýrslu Samgöngustofu frá 2013, sem síðasta skýrsla sem að kom út, þá sjáum við það, þetta svona svipuð staða og ég að lýsa hér. Það að segja, slasaðir og látnir eftir vegfarendahópum hér í þessari samgönguskýrslu á reiðhjólum það svo að árið 2009 voru það 46 sem að slösuðust á reiðhjólum, en árið 2013 sem að skýrslan tekur til það 95. Það sem sagt tvöföldun á slysum á fólki á reiðhjólum á þessu tímabili, og ef við förum aftur í tíma til 2004 sem að skýrslan til, þá sjáum við það mjög svipað. Það að segja að það 47 sem að slasast á reiðhjólum árið 2004 og það sama tala og 2009 sem 46 reyndar, og síðan 95 árið 2013. Þetta sýnir okkur svona hvernig þessi staða og meðaltal þessara ára eru 63 sem að lenda í slysi á reiðhjólum á ári hverju, en það 93 sem sagt árið 2013, svo ég endurtaki það. Og línurit sem að fylgja með þessari frábæri skýrslu sýna náttúrulega þetta sama. Og nú geta menn náttúrulega farið svona yfir þetta með ýmsum hætti og kennt hinn og þessu og auðvitað það gott og vel, en ég held að það sé þá minnstakosti engum sem dylst að ein af þeim ástæðum sem við verðum að horfa til auðvitað að gera gangbrautir hér eins og vera ber og gera þær þó í Reykjavík ekki minnstakosti með lakari hætti heldur en okkar nágrannasveitarfélög. Því það verður að segjast eins og að ef við förum hér höfuðborgarsvæðið og sjáum hvernig þessu hefur verið háttað og hvernig menn hafa unnið að þessum málum okkar nágrannar hafa unnið að þessum málum, þá sjáum við það því miður að við stöndum höllum fæti. Það reyndar, að því ég segi það fleira sem að kemur til, það auðvitað margt sem kemur til og hvað sem veldur slysum. Og í þessari mannvitsskýrslu farið yfir það sem að við þekkjum öll, að rannsóknir benda til þess að 90% gangandi vegfarenda lifa af ef ákeyrsla undir 30 km hraða. Ef bíll ekur á gangandi vegfarenda á 30 km hraða eða minna 90% líkur á að vegfarendinn lifi af. Það auðvitað skiptir gríðarlega miklu máli, einmitt það að halda hraðanum niðri, en þá kemur náttúrulega þessi spurning á móti hvernig á ökumaður að átta sig á því að það sé ástæða til þess að hægja ferðina ef ekkert í umhverfi hans, engin skilti, engar vegmerkingar, ekki neitt, ekki lýsing, sem að bendi til þess að þarna séu vegfarendur að þvera götuna.
við slíkar aðstæður aka ökumenn auðvitað á þeim hraða sem að þeim listir eða telja sig vera örugga með, en það að sjá það til dæmis strax að það séu gangbraut framundan og síðan gangbrautaskilti við gangbrautina sjálfa, sitt hvoru megin, sebrabrautir með lýsingu, auðvitað gefa skýr skilaboð til ökumann það að það sé ástæði til þess að fara varlega og þá vonandi niður í þann hraða sem að minnstum slysum veldur. Það er nefnilega svo að Reykjavíkurborg, auðvitað umferðarþungi hér meiri víða annars staðar, Reykjavíkurborg hefur algjöra sérstöðu þegar kemur að því að skoða slys hér á höfuðborgarsvæðinu og í þessari skýrslu Samgöngustofu fyrir árið 2013 kemur fram að af 20 gatnamótum hér á höfuðborgarsvæðinu sem að teljast hættulegust eru 16 í Reykjavík. Það er sem sagt 80% af þeim gatnamótum sem eru á höfuðborgarsvæðinu sem eru talin hættulegust í Reykjavík, þó einungis 58% þeirra sem að búa á höfuðborgarsvæðinu búa í Reykjavík. Þannig að ég bara segi það að við þurfum á ýmsum vígstöðum að standa okkur betur þegar kemur að því að koma í veg fyrir slys í umferðinni, en núna í dag vil ég sérstaklega nota tækifærið fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að beina augum okkar að þessu, það er að segja gangbrautum í Reykjavík. Og við höfum frá Félag íslenskra bifreiðeigenda sömuleiðis svona hvatningarorð hér sem að ég tek nú bara af vefnum, en Félag íslenskra bifreiðeigenda hefur verið að leggja sig eftir því að hvetja til þess að fólk noti gangbrautir og hvetja til þess að gangbrautir verði gerðar með eðlilegum hætti. Með leyfi forseta þá stendur hér í þessu átaki Félag íslenskra bifreiðeigenda mjög verulegt misræmi á milli sveitarfélaga hvað varðar frágang á gangbrautum. Verulega skortir á samræmi og samræmdar reglur og skilgreiningar það hvað teljist fullgild gangbraut og hvernig beri að merkja hana. Eftirlit með þessum málum virðist ekki vera og lögum og reglugerðum lítt eða ekki framfylgt. Umferðarlög og reglugerðarmerkingar eru þverbrotnar á mörgum stöðum. Þetta er niðurstaða Félag íslenskra bifreiðeigenda sem að í öryggis átaki eins og ég held að margir hafi tekið eftir einmitt í þessa veru. Í þessari skýrslu Mannvits, og ég fari nú fram og tilbaka í þessum gögnum sem að ég var að flétta fyrir þennan fund okkar í dag, kemur meðal annars fram það sem verið að taka saman fjölda atvika sem að tengdust gangandi í umferðinni á Íslandi 2007-2011. Og þar er súluritt sem að sýnir það hvar er svona rétt að beina augum okkar að, og þar kemur fram að það er langmest slysatíðni á þessum tíma þar sem ekið er á gangandi sem gengur skyndilega út á akbraut og næstmest ekið á gangandi á gangbraut. Það er semst gangbrautirnar eða þveranir sem við teljum vera gangbrautir eru hættulegustu svæðin, og þá hér í þessari samantekt Mannvits er gangbraut til dæmis ekki sem ég var að lýsa áðan, sem til dæmis þarna á Eiðsgranda og Ánanaustum, þar sem ætla má að ætti að þvera götuna en engar merkingar og engar skýringar, engar leiðbeiningar til vegfarenda eru til staðar. Þannig að það er hluti af þessari samantekt frá Mannvit. Þar kemur meðal annars fram, með leyfi forseta, samkvæmt þessum tölum og þeim upplýsingum sem framkom í samanburði við önnur Norðurlönd ljóst rík ástæða til að skoða aðstæður, öryggi og forgang gangandi á gangbrautum og gönguþverunum nánar. Þannig að ég reikna með að borgarfulltrúar hafi flestir skoðað þessar skýrslur og þessar samantektir sem að ég vitna til til þess að fylgja þessari tillögu okkar hér eftir, sem ég auðvitað vona að verði samþykkt hér á þessum fundi borgarstjórnar, en það held ég að það sé nú fáir sem á móti því að auka öryggi, og held ég að fáir sem að sjá ekki að við þurfum einmitt að beina sjónum okkar að þessu sérstaka máli. Svona af þeim tölum sem að teknar hafa verið saman, þá sjáum við það að alvarleg slys á óverðum vegfarendum, samkvæmt þessu, óvarinn vegfarandi sá sem á hjóli eða gangandi, að þá 71% þeirra á árunum 2009-2013 í Reykjavík. 71%.
en 58% af þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu sem þessi samantekt tekur til, eins og segja árunum 2009-2013, býr 58% þeirra sem höfuðborgarsvæðinu öllu búa. Sem sagt 71% alvarlegra slysa á óverið vegfarendum í Reykjavík, 58% þeirra sem búa á svæðinu sem könnun tók til, búa í Reykjavík. Þetta svona bara til að undirstrika svona þessar staðreyndir og vona ég hafi nú ekki ruglað borgarfulltrúa of mikið með þessu öllu saman í niðurstöðu mannvitsskýrslunnar sem að mér finnst vera ansi merkileg og góð skýrsla vegna sem hún tekur ekki bara til þessar þátta, hún tekur líka til ákveðna leiðbeininga, ákveðna skilaboða sem við ætlum kannski að senda til löggjafans og til Vegagerðarinnar varðandi breytingar sem við hugsanlega myndum vilja gera á þessum reglum sem að þarna eru og sumar hafa væntanlega ratað inn í þessa vegahandbók eða handbók sem að handbók Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar frá 2013. Skýrslan endar á þessum orðum: nauðsynlegt að skipulagsyfirvöld og vegahaldara samræmi aðgerðar á gráu svæðunum og vinni í sameiningu að gerð leiðbeininga hvað varðar öryggi og forgang gangandi í umferðinni. Munu slíkar leiðbeiningar hjálpa til að gera aðstæður sambærilegar land allt sem kemur í veg fyrir óvissu og tryggir að staða allra vegfarenda sé skýr í umferðinni. Eftir að þeirri vinnu lýkur mikilvægt að kynna fyrir almenningi hvaða reglur gilda við mismunandi aðstæður en eins og aðstæður eru í dag í umferðinni forgangur gangandi á reiki. Með þessum orðum sem sagt endar Mannvit sína ágætu skýrslu og það akkúrat þetta samræmi sem er svo mikilvægt, sérstaklega fyrir þá sem eru að koma ungir og nýir inn í umferðina, börnin sem eru að koma úr skólastofunum þar sem þau læra hvernig þau að þvera gangbrautir og koma svo að því að gangbrautir eru með ýmsum hætti. Nú ætla ég ekki að fara út í það svona hvernig við gætum hugsanlega farið að gera gangbrautir öðruvísi heldur en lýst yfir þessari handbók, hvort að það sé líklegra til árangurs að þær séu þá gerðar eins og hraðahindranir leið og þær eru gerðar að sebrabrautum. Það má vera svo það sé betra að gera með þeim hætti. Það verði þá hluti af þessu átaki, ég held að hvort ekki geti gengið bara fer eftir breidd götunnar og sumstaðar þar sem að ekki hafa verið sett gönguljós full ástæða til að gera gönguljós og þá náttúrulega þarf ekki að gera jafnframt sebrabrautir að ég hygg. En þetta svona þessi tillaga sem að við höfum lagt fram og ég auðvitað vona það að borgarstjórn samþykki þessa tillögu og við förum í þetta átak og við tryggjum öryggi gangandi og hjólandi í umferðinni langt umfram það sem að nú í dag. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, kæru borgarfulltrúar, þetta bara tvær laufléttar ábendingar. Ég svo heppin að vera með sprungunýja skýrslu slysaskráningu frá Vegagerðinni. Þessi sérstaklega gerð úttekt á slysum á gangandi og hjólandi og það sérstaklega tekið fram að fjölgun slysa á hjólandi vegna breyttrar skráningar. Þessi núna skráð sérstaklega ef hjólandi fellur í jörðina en ekki samstuð annað, þannig að árekstrum hjólandi og bílandi hefur ekkert fjölgað. En núna búið að gert átak í skráningu núna árið 2013 það að segja að þessi skráð sem slys þegar manneskja dettur af hjólinu án þess að til komi aðrir aðilar. Við hljótum öll að geta fagnað því að sem betur fer slysum ekki að fjölga jafnverulega og þessar tölur gefa til. Annað, borgarfulltrúi Júlíus Vífill, ef ég skildi hann rétt, talaði ólöglegar gangbrautir sem væru vitlaust merktar. Ég vil benda á að til eru þrenns konar gönguþveranir. Gangbraut ein lagaleg útgáfa af gönguþverun. Ómerkt gönguþverun einnig samkvæmt lögum sem og auðvitað gönguþverun með umferðarljósum. Samkvæmt leiðbeiningu sem við vinnum sem Efla vann eftir úttekt Mannvits þá eru skýrar leiðbeiningar fjölda gangandi, fjölda hjólandi, umferðarhraða og árdagsumferð sem gefa okkur skýr skilaboð það hvenær sé betra að velja ómerkta gönguþverun, hvenær gangbraut merkta með sebrabrautum og skiltaða og hvenær síðan ljósastýrð umferðarljós eða mislægt. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá tekur næstu til máls, andsvörum lokið og næstu tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson.
borgarstjórn, ágætu forseti. Tillaga aukið öryggi í umferðinni auðvitað þannig að við hljótum að íhuga hana mjög vel af því að það það sem við stefnum að alla daga. Og af því að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson vitnaði í mannvitsskýrslu sem að ég hef þetta lesið eins og margir fleiri að þá það alveg rétt að þar gagnrýnt að það sé ákveðið ósamræmi í merkingu á gangbrautum og hvatt til þess að það verði bætt þar úr. En ef ég man rétt að þá ekki síður rauður þráður í þeirri skýrslu að mikilvægasta leiðin til að koma í veg fyrir alvarleg slys að hægja á bílaumferðinni. Og það einmitt gert dálítið mál úr því sem að borgarfulltrúinn minntist hér á áðan, að það skiptir gríðarlega miklu máli upp á líf og limu borgarbúa sem verða fyrir bíl, hvort að bíllinn á 30 km hraða og undir eða 50 km hraða og yfir. Það skiptir eiginlega öllu máli og sem betur fer, af því ég held þessi líka rétt að halda því til haga. Og þá ég ekki að tala í flokkspólitík, af því að ég held að sjálfstæðismenn eigi alveg sinn þátt í því líka. Að það hefur tekist að auka umferðaröryggi verulega hér í borginni og margir vilja meina að stórt atriði í þeim mikla og mikilvæga árangri sé það að það tókst að breyta mörgum götum í svokallaðar 30 km götur. Ég man ekki nákvæmlega tölurnar en ég veit að þó að á svona síðistlunum 12 árum hefur hlutfall þeirra eða bara fjöldi þeirra sem hafa fótgangandi vegfarenda sem hafa látist í umferðinni í Reykjavík. Þar eru að sjá allt aðrar og betri tölur heldur en var bara fyrir 12-15 árum. Þannig hefur náðst mjög mikill árangur í því. Og ég vil líka benda á að á undanförnum missurum hefur verið gert átak í borginni til að hægja á umferðarhraðanum af því að megin markmiðið að skapa öryggi og mér dettur til dæmis í hug að nefna Snorrabrautina þar sem höfðu orðið 2 banaslys þegar var farið út í það að þrengja hana og það hefur tekist að hægja á umferðinni. Samkvæmt öllum venjulegu viðmiðunum Snorrabrautin orðin öruggari gata í borginni. Hún var með allra hættulegustu götum áður. 2 banaslys og ekkert mjög mörgum árum segja alla söguna. Og ég verð að segja það að ég var pínlítið undrandi svona á þeirri miklu andstöðu sem að sú aðgerð mætti hjá ýmsum en hún mætti svo sannarlega ekki andstöðu hjá íbúum í Norðurmýrinni sem höfðu árum saman hvatt borgaryfirvöld til þess að gera eitthvað til að hægja á hraðanum á Snorrabraut. Sama má segja svo sem margar aðgerðir og þá var það kannski auðvitað inn í íbúðarhverfunum samt í 30 km götuna. En ég sjálfur ekki nokkru minnsta vafa að Hverfisgatan orðin miklu öruggari gata fyrir fótgangandi vegfarendur og fyrir alla heldur en hún var. Hún einfaldlega orðin þannig í laginu og þú verður að keyra hægt og varlega. Þú kemst leiðar þinnar eftir sem áður. Sama má segja Borgartúnið. Þar hefur aðstaða fótgangandi vegfarenda og hjóla og ekki sé nú talað þeirra sem fara með strætó batna verulega. Þannig að á undanförnum misserum hefur verið gripið til ýmiss konar ráðstafana og þessar ráðstafanir hafa sem betur fyrir skilað mjög góðum árangri.
Og ef ég man rétt að þá í mannvitsskýrslunni sem að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingarsson vitnaði í, bent á það, og mér finnst bara mikilvægt að komi fram, að úrtakið á Íslandi þegar verið að skoða fjölda til dæmis banaslysa fótgangandi vegfarenda svo ofboðslega lítið að það varað við því að draga þar allt of stórar ályktanir. Ef ég man rétt að þá línuritt þar sína alveg gríðarlegar sveiflur af því aðeins eitt banaslys og þá rýkur þessi kurva upp. Auðvitað hvert einasta slys of mikið, en það var allavega ekki minn skilningur þegar ég las þessa skýrslu að hér var ástandið eitthvað miklu alvarlegra, heldur þvert á móti við værum í rauninni nokkurn veginn á pari sem betur við Norðurlandaþjóðirnar, en þær eru þar þjóðir og Íslendingar geta verið stoltir af því að verið þeim hópi sem hafa náð hvað mestum árangri í öryggismálum í umferðinni. Að loknu þessu vil ég ítreka það að ég alveg sammála borgarfulltrúunum það að það þarf að vera samræmi í gangbrautarmerkingum. Það þarf að taka alvarlega. Það ábendingar sem að koma fram í mannvitsskýrslunni. Það reyndar athyglisvert sem að kom fram í máli borgarfulltrúans að langflest slys verða í og við eða á og við gangbrautir. Það bendir kannski til þess að gangbrautir eru ekki alveg eins öruggar og menn hafa kannski lengi álitið, og eins og borgarfulltrúinn veit alveg að þá allavega 1 eða 2 skólar í því hvernig skapa maður sem mest öryggi í svona borgarumhverfi. En ég held að þessi tillaga að hún eigi að fá umræðu á umhverfis- og skipulagssviði og umhverfis- og skipulagsráði, því það mjög mikil þekking á öllum þáttum þessa máls. Þar eru starfandi mjög færir og reyndir umferðarverkfræðingar. Þannig að það eiginlega mín tillaga að þessari tillögu verði vísað þangað á umhverfis- og skipulagssvið. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara svona rétt aðeins til að bregðast við því sem að fram hefur komið hér og bara takk fyrir það að bregðast við og koma fram með svona ágætar ábendingar. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs hefur kannski bara ekki alveg fylgst nógu vel með því sem ég var að segja. Ég var einmitt að tala það sem stendur í skýrslunni þar sem fjallað akkúrat það hversu það mikilvægt að umferðarhraða sé haldið niðri, þar sem fólk gangandi og að þvera brautir og akkúrat ég held ég hef sagt hér að það vera 90% líkur á því að fólk lifði af ef árekstur 30 km eða minna við gangandi vegfarenda. Þannig að það skiptir öllu máli, en til þess að halda hraðanum niðri þá þarf auðvitað að gera grein fyrir því að þarna sé þverun á akbraut að ræða. Ég ætla að því að borgarfulltrúinn fór hérna yfir svona ýmislegt sem hefur verið álitamál hér í borgarstjórn og í umhverfis- og skipulagsráði, þá ætlum ég bara að segja það að ég ætla að forðast það að við förum eitthvað út í þá umræðu. Ég ætla ekki að fara hér og ræða um Snorrabraut, Borgartúnið, Hofsvallagötu eða guð má vita hvað. Við skulum bara láta það liggja milli hluta. Við erum að ræða hér öryggismál, gangandi vegfarenda og þarf að geta að halda okkur bara við það, en ekki að fara að búa okkur til einhvern ágreining sem ég held að sé ekki til staðar og bara vinna þá að þessu máli. Og borgarfulltrúinn hefur lagt það til þess að verið vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og það þá ágætt. Ég bjóst ekki við öðru en að maður myndi vilja fara yfir það og þetta getur þá átt ágætlega heima þar. Í þessari skýrslu sem að borgarfulltrúinn vitnaði til, mannvitsskýrslunar og ég fór yfir hér áðan, bara mjög hörð gagnrýni á það hvernig þessum málum háttað í dag. Það gagnrýni á það frá ýmsum hliðum, þannig hún mjög afgerandi og ef að menn einhverju vafi það þá bara vil ég ráðleggja viðkomandi að kíkja í skýrsluna aftur. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá andsvörum lokið og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir
borgarfulltrúar. Ég vil lýsa yfir ánægju minni með það að við skulum vera að ræða þetta brýna málefni hér í borgarstjórn og þakka frummælanda Júlíusi Vífli Ingvarssyni borgarfulltrúa fyrir góða ræðu. Í ræðu hans var einmitt komið inn á mörg þau atriði sem við þurfum að ræða, þurfum að átta okkur betur á og þurfum að sjálfsögðu að bæta. Það er alveg rétt sem hefur komið fram í umræðunni að mikill árangur hefur náðst í umferðaröryggismálum í Reykjavík og það er hægt að rifja upp hluti alveg áratugi aftur í tíma til þess að maður átti sig á því hvernig við höfum náð þeim árangri. En það er líka þannig að við sættum okkur auðvitað ekki við það að við sættum okkur ekki við nein slys. Á undanförnum árum þá höfum við svona með ákveðnum hætti viljað innleiða svokallaða núllsýn í þessi umferðaröryggismál sem felur það í sér að við viljum helst vera þekkt fyrir það og vera með þær aðgerðir í gangi sem gera það að verkum að hér verði helst engin slys. Núllsýn að það sé þá að þau slys sem verði það sé einhver algjörar undantekningar, að það sé ekki að megi helst ekki að rekja það til hönnunar eða einhvers í umhverfinu að slys verði bara sjálfu sér. Það er afneitun á því að slys séu óhjákvæmileg. Nú, ef maður lítur við tölfræðina yfir alvarleg slys og banaslys í Reykjavík af völdum umferðar síðustu 30-40 árum, þá sjáum við okkur hefur miðað við áfram. Það sem skipti mjög miklu máli var þegar það var farið í svo nefnda svartbletta vinnu í kringum 1980 eða upp úr 1980, vinna sem hlaut síðan nafnið, það tala um vástaði. Þá var markvisst farið að fylgjast með því hvar slys urðu í borginni og markvisst tekið á, það kom í ljós að það voru ákveðnir staðir voru hættulegir en aðrir og það var markvisst tekið á þeim með ákveðnum viðurkenndum aðferðum sem við fengum erlendis frá og farið í aðgerðir á viðkomandi gatnamótum breytt, lækkaður hraði og svo framvegis og þetta skilaði gífurlegum árangri. Nú árið 1985 þá var sett upp eða skilgreint fyrsta 30 km hverfið í borginni. Sú skilgreining var alls ekki óumdeild, vakti snörp viðbrögð, held ég geti sagt, bæði í því hverfi en einnig hjá þeim sem kannski óki í gegnum hverfið, þetta voru Þingholtin og það var Katrín Fjellsteð þáverandi borgarfulltrúi sem færði þetta mál fram og barðist fyrir því og kynnti þetta og eins og ég segi þetta var umdeilt þegar þetta var kynnt en eftir stuttan tíma þá sannfærðust held ég allir borgarfulltrúar það að þetta verið rétt, þetta gaf góða raun og ekki leið á löngu uns það var farið að skilgreina fleiri hverfi í borginni, 30 km og svo má segja að fáum árum síðar þá hafi þetta verið viðtekið sannindi að þetta ætti að gera og þetta komið sennilega í öll íbúðahverfi núna eða langflest. Og fleira má nefna, það auðvitað skiptir máli þetta framfarir í læknavísindum og framfarir bara í sjúkraflutningum í borginni. Það líður skemmri og skemmri tíma þangað til þeir sem slasast eru komnir undir góðar læknishendur. Heilbrigðisþjónustunni hefur auðvitað fleygt fram á tímabilinu þrátt fyrir að kannski í umræðu dagsins mætti maður álykti maður stundum annað eða getur maður haldið annað en þannig er það. En þetta er eins og málaflokkur sem mikilvægt að allir borgarfulltrúar séu vel inn í, ræði sín á milli hér í borgarstjórn og rauninni grípi til aðgerða hver í sínu ráði til þess að þróa þennan málaflokk áfram. Og það er svo merkilegt, umferðarmálin, við getum sagt kannski að umferðarmálin séu sá málaflokkur í borginni sem snertir okkur öll beint, snertir alla borgarbúa beint og það eru ótrúlega mörg ráð líka sem hafa aðkomu að þeim með einum eða öðrum hætti. Nú, það verður að segjast eins og borgarfulltrúinn benti á frummælandinn að það er kvartað við því að gangbrautir í borginni þar séu ekki nógu vel merktar, gönguleiðir séu ekki nógu vel merktar þar sem menn fara yfir akbrautir
og Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur eins og verið bent á, hefur ítrekað gagnrýnt borgina fyrir vinnubrögð á þessu sviði. FÍB hefur líka hrósað borginni fyrir það sem vel hefur verið gert, en hefur bent á þetta. Og það er mjög mikilvægt að við tökum vel í slíka gagnrýni þegar hún er borin fram af frjálsum félagasamtökum. Auðvitað hefur maður orðið var við það að það hefur komið fyrir að þessi gagnrýni hefur sviðið á ákveðnum stöðum í kerfinu og menn hafa kannski farið í ákveðna vörn fyrir borgarkerfið, en ég held að það sé alveg óþarfi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við ræðum þetta bara málegum um þetta opið samtal við sem flesta borgarbúa og reynum síðan að grípa þeirra aðgerðir sem nauðsynleg eru. Og það er rétt sem hér var bent á, það eru fáar sebrabrautir í Reykjavík og það er ákveðin hugmyndafræði þar að baki sem að komi inn á, nefnilega það að þessar sebrabrautir þær veiti mönnum eitthvað svona falskt öryggi og það má alveg ræða það. Sú kenning hins vegar, þegar maður fer og kynir þessi mál, þá sér maður að þessi kenning er umdeild og ég hallast frekar að því að eins og við komum hérna fram að við höfum verið of feiminn að undanförnum við að skilgreina gangbrautir, staði þar sem má fara yfir. Öllum á hins vegar auðvitað ofgera og ég er ekki að segja það að við eigum að setja sebrabrautir allstaðar. Þarna er ykkur gullin meðalvegur sem við þurfum að finna, en þetta mætti vera víðar. Og eitt sem ég held að sé mjög mikilvægt og það er þessi samræming sem hefur líka eins verið komið inn á. Það getur ekki verið af hinu góða þegar við erum að tala um að við lítum hér á þetta höfuðborgarsvæði hér, við viljum líta á þetta sem eina heild, atvinnulega, við viljum líta á þetta sem eitt atvinnusvæði, við viljum skipuleggja íbúðabyggðina saman þannig að þetta vinni hvert með öðru, við lítum á þetta sem eitt samgöngusvæði og svo framvegis. Þá getur það ekki verið af hinu góða að hvert sveitarfélag hér sé með sínar viðmiðunarreglur þegar það kemur að merkingum og gangbrautum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Það kann ekki góðri lukku að stýra ef það er eitt kerfi, ef það er miðað við eitt kerfi út á Seltjarnarnesi, annað í Reykjavík, þriðja í Kópavogi, fjórða í Garðabæ og svo framvegis. Það kann ekki góðri lukku að stýra. Þarna held ég sem er mikilvægt að við á vettvangi sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eða sambands íslenskra sveitarfélaga jafnvel reynum að ná sáttum eitt kerfi, viðmiðunarreglur sem er gild þessi mál þá helst yfir allt landið. Það getur ekki verið svo erfitt þegar við erum hér 325.000 manna þjóð að samræma þessi mál eins og við höfum nú náð árangri við að samræma margt annað. Eitt sem ég vil nefna í þessu sambandi, það eru gangbrautarljós. Það var farið hér yfir þessar tegundir áðan. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, gerði það ágætlega og ég vil aðeins ræða gangbrautarljósin. Mér finnst það þurfa að skoða aðgerðir til þess að auka öryggi gangandi vegfarenda á umferðarljósum. Við sjáum það á mörgum umferðarljósum sem eru svokölluð föst umferðarljós á fjölföldum gatnamótum. Þá er algengt að hinn gangandi geti gengið yfir á grænu ljósi leið og bíll kemur úr sömu átt og tekur síðan beygju rauninni í veg fyrir vegfarandann og ef maður gæti sín ekki. Við þurfum að skoða aðgerðir til að auka öryggi gangandi vegfarenda í þessu tilviki, en ekki síður finnst mér að við þurfum að skoða og auka öryggi gangandi vegfarenda á svokölluðum hnappaljósum. Það er þegar að maður ýtir á hnapp og það kemur til þess að komast yfir. Það er kunnari frá þurfa að segja að allt of margir ökumenn, þeir virða ekki þessi gangbrautarljós og bera til dæmis ekki virðingu fyrir gula ljósinu þrátt fyrir það hefur kynnt mjög vel, hélt ég, að gangandi vegfarendinn, hann á í sjálfu sér á hann alltaf réttinn, en hann á mjög vel skilgreindan rétt þegar það er rautt ljós á bílana, en líka þegar ljósið blikkar gult. Sá tími er ætlaður fyrir vegfarendan til að komast yfir, en það er allt of algengt að þegar ljósið fer
gagnvart bílunum af rauðu yfir á gulblikkandi, þá aka bílarnir af stað og þá eiga stundum gangandi vegfarendur fótum fjör að launa. Og ég hef sjálfur oft lent í því að vera að stoppa mínu bíl á þessum ljósum og vilja hleypa fólki yfir af því það blikkar þá gult og þá byrja ökumenn jafnvel á eftir manni byrja að flauta. Af því þeir telja greinilega þeir eigi réttin þegar að ljósið blikkar gult, en það er ekki svo. Mér er fundist leiðilegt að sjá, ég hef aldrei séð lögregluna, ég sé oft lögregluna vinna sín góðu störf og vakta gangbrautarljós og fjölförnum gatnamótum. Ég hef aldrei séð lögregluna vakta gangbrautarljós eða þessi svokölluðu hnappaljós. Og þar þurfa að bæta úr, við þurfum beinlínis óskettir við lögregluna að þau séu vöktu líka. Og í slíkum tilvikum þá saknar maður þess að það skuli ekki ennþá vera starfandi samstarfsnefnd lögreglumálefni í Reykjavík sem starfaði hér í mörg ár með góðum árangri. Þá höfðu borgarfulltrúar, það sátu 2 borgarfulltrúar sem nefnd og höfðu þannig beinan aðgang að lögreglunni. Við sjálfstæðismenn fluttum það tillögu síðasta kjörtímabili að nefndin yrði endurvakin. Það var ekkert gert með þá tillögu og bent á að borgarstjóri hittir lögreglustjórann mánaðarlega. En það hins vegar bagalegt að borgarstjórn fréttir ekkert af þeim fundum. Við vitum ekkert í rauninni hvenær borgarstjóri og lögreglustjóri hittast, hvort þeir hittast eða hvaða málefni eru rædd á þessum fundum. Og ég myndi vilja nota tækifæri hér og skora á borgarstjóra að láta skrifa fundargerðir frá þessum fundum. Þetta eru auðvitað mjög mikilvægir fundir, samskipti borgarinnar og lögreglunnar og eiga auðvitað ekki að vera neitt prívat kaffispjall á milli þeirra. Þetta hljóta að vera formleg samskipti milli borgarinnar og lögreglunnar og ég held að færi vel á því að þarna eru ritaðar fundargerðir og borgarstjóri leiði síðan fram þessar fundargerðir í borgarstjórn. Og við borgarfulltrúarnir, við höfum þá tækifæri, ef svo ber undir, við höfum þá tækifæri til þess að senda borgarstjóranum okkar erindi og ef við teljum að þurfum að taka upp eitthvað mál við lögregluna og biðja hann að flytja þessi erindi fram gagnvart lögreglunni. Bið borgarstjórum að taka þetta til vinsamlegrar athugunar. Ég held að sé mikilvægt að fá úr því skorið. Ég var að þessar skýrslur, hvort slysum hafi hér fjölgað á hjólreiðamönnum og hve mikið. Þetta er ekki fyrsta sinn sem kannski skýrslur eru misvísandi með einhverjum hætti. Ein skýrsla verið slegið í ljós að slysum hafi fjölgað, svo er þetta spurning slysaskráningu, önnur skýrsla kannski leiðir ekki eins vel í ljós. En ég hygg þó að þessum slysum hafi fjölgað eitthvað. Það var líka sagt við okkur hér á sínum tíma þegar að borgin tók þá meðvituðu ákvörðun og rauninni með stuðningi allra flokka að bæta hér aðstæður fyrir hjólandi vegfarendur og reyna að auka hjólreiðar í borginni. Þá var okkur alveg sagt það við sem fluttum þessi mál fram á sínum tíma að það mætti búast við fjölgun slysa á hjólandi vegfarendum í kjölfarið. Og það má vel vera að það sé að gerast. Sumir leyfðu sér jafnvel eftir embættismönnum hérna á borginni sem voru hálfpartinn á móti því að bæta aðstæður hjólandi vegfarenda vegna þeir sögðu þá bara fjölgiði slysunum. Það er alveg pottþétt að þá bara fjölga slysum eins og hefur gerst sums staðar erlendis að hjólreiðar eru aukist. En ég held að í ráðgjöf þessara ágætu manna til okkar þá hafi ekki verið tekið mið af því af lýðheilsuþættinum að ef við skoðum þessi mál í samhengi það má vel vera að með auknum hjólreiðum þá fjölga eitthvað slysum en á móti kemur auðvitað að við höfum þá tæki væntanlega til þess að halda þessum slysum niðri ef svo má segja með því að bæta aðstæður ennþá frekar fyrir hjólandi vegfarendur og með því að þeim fjölgar sem hjólar þá batnar heilsa þess stóra hóp sem þá væntanlega hjólar og þannig að þegar þetta er allt reiknað saman þá ættum við að koma út í plús heilsulega. Ég ítreka það, bara ánægjulegt að þetta málefni skuli vera tekið hér fyrir með þessum hætti og ég hvet þá sem sitja í umhverfis- og skipulagsráði til dáða. Mér finnst að tillögunni er vísað þangað og ég held að það veri gustug og verk og mjög æskilegt
að það yrði jafnvel unnin greinargerð í þessu ráði þar sem yrði farið yfir þessi mál og farið kannski yfir það hvernig okkar ágætu umferðaröryggisáætlanir hafa gengið eftir. Til dæmis 2 síðustu umferðaröryggisáætlanir. Það var samþykkt umferðaröryggisáætlun fyrir árin 2002-2007 og síðan, ef ég man rétt, önnur sem náðu frá 2008 eða 2009 og væntanlega til tímans núna. Ég held að það veri mjög æskilegt að það yrði unnin góð greinargerð á vegum nefndarinnar eða sviðsins þar sem farið yrði yfir markmiðin í þessum áætlunum og farið yfir það hver útkoman hefur verið. Ég held að útkoman úr þessum áætlunum hafa mörguleyti verið góð sem ætti þá að vera góður grunnu fyrir okkur til þess að byggja á til að ná fram enn frekari fækkun slysa. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Háttvirtur forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar, þakka fyrir þessa umræðu sem hefur farið fram og þessa góðu tillögur. Ég ætla ekki að fara að segja ykkur einhverjar frægðarsögur eða reynslusögur mínar úr umferðinni, hvernig mér hefur gengið að fara yfir gangbrautir eða fara hjólandi eða bíl. En ég ætla aftur á móti að ræða eitt. Þetta vandamál varðandi það að merkja ekki gangbrautir. Það eru auðvitað gangbrautir sem eru frekar illa málaðar, en það samt alltaf það sem ég hef tekið ekki aðalvandamálið. Aðalvandamálið liggur í því að það er búið að setja þennan ógrynni fjölda hraðahindrana. Þá er ég ekki að tala endilega þessar litlu sem eru nýju, þessar kassalegu, heldur hinar. Og þar leikur, það eru mikill misskilningur hjá fólki hvort þetta sé hraðahindrun með gangbraut eða hraðahindrun. Og þetta er bara ekki skýrt í hugum fólks. Það er enginn að horfa, já, er þetta blátt merki og maður að labba yfir eða er þetta gula merki með bungunni? Og á ég þá að labba yfir eða ekki? Þetta ruglar fullari fólk, þetta ruglar börn og ég efast að þið séuð eitthvað mikið að spá þessu, nema kannski hugsanlega hjólreiða áhuga fólkið. Þetta er stóra vandamáli sem við stöndum frammi fyrir, að það eru þessar slæmu merkingar. Og ég fór að ganni inn á vegagerðin.is og þá öll þessi skilti tekin þarna fram og með leyfi forseta að ég ætlaði að vera búin að prenta út til að geta sýnt ykkur svona eins og ég var í málflutningi en ég kannski bara senda okkur linkin. En þegar þetta bláa með gula kallinu minni að þá merki ég nota við gangbraut og skal vera báðum megin akbrautar og ef eyjar á akbrautum má merki einnig vera þar. Þannig að þá á að stoppa og síðan þegar gula merki með bungunni þá á ekki að stoppa. Við þessu liggja mismunandi viðurlög í reglugerðum. Við erum ekkert að finna upp hjólið hérna aftur. Þetta er gríðarlega mikið og einfalt mikilvæg innlegg inn í umræðuna hjá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks og þessa tillögu sem þar er. Og ég held að til dæmis get ég bara tekið eins og Bólstaðarhlíðin og Hátegsvegur, þar er þetta allt saman þvers og kruss, hvort hvað börnin að hlaupa þarna yfir göturnar og maður átti sig á engan hátt á því hvort ég á að stoppa eða keyra og þau áttu sig ekki heldur á því, allir svona fram og tilbaka, býtu, er hann að stoppa eða ekki. Ég er að fara að nota bara svona handarhreyfingar, en það er líka stór hættu því þá heldur krakkarnir að maður sé að reyna að pikka það upp í bílana, eins og hefur komið fram. Já, þetta er, guðfinna, ég er ekki að gera lítið úr þessu. Í annan stað sem ég langar að ræða varðandi umferðaröryggi og verandi búin að keyra mjög mikið erlendis og þá er það til dæmis eins og þegar verið að beygja taka vinstri breið frá Háaleitisbraut og beygja inn á Lágmúlann. Það er svona þá er vinstri beygja og það er umferð, það er ljósast yfir Háaleitisbrautina og Kringlumýrarbrautina.
á flestu stöðum í Evrópu svona breið hvít lína sem merkir það að þú átt að stoppa til þess að auðvelda umferðin til þess að komast framhjá. Hérna þetta ekki. Hérna lendum við oft og iðulega því að þeir eru svona yfirbeygjur, þar að segja gatnamót yfir aðra umferðareyjar og sérstaklega yfir ljós, þá bara fæstast bílarnir allir hérna, þú veist, í röð og það kemst enginn í gegn nema eitthvað skynsamur annað ákveða bakka eða fara ekki. Við þurfum, Reykjavíkurborg þarf að vinna þetta. Ég fagna tillögu hugmyndum borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar sem ræddi það að við þyrftum að taka upp samstarf. En þetta í grunninn ekki flókið og þetta eru bara skýrar reglur og einfaldar. Við erum alin upp við það að þegar bláa gangbrautarmerki þá stoppum við, þá löppum við yfir. En það eru þessar hraðahindranir og þær merkingar sem hafa ruglað þetta alveg fram og tilbaka. Svo mikið að allt af alls konar verður mjög óskilgreint. En ég ætla að láta þetta innlegg mitt duga. Ég held áfram með handabendingar yfir gangbrautir þegar það á við. En við höfum tækifæri til þess að laga þetta með einföldum hætti og ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að láta þetta mál til sín taka. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa hans. Ég vil bara bæta við aftur, mér finnst eins og forseti kæru borgarfulltrúar. Ég vil bara bæta við, mér líður eins að sé smá misskilningur í gangi það að ómerkt gönguþverun sé einhvern veginn bara illa merkt gangbraut og sé eitthvað svona klúður. Ómerkt gönguþverun val. Þar setjum við niður ómerkta gönguþverun þar sem að þéttleiki gangandi mjög lítill. Þetta samkvæmt leiðbeiningum frá Eflu, þetta á sér stoð í umferðarlögum og þetta gerum við akkúrat í nafni öryggis út frá fjölda bílandir, umferðarhraða og fjölda gangandi. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna sagði að þetta ekki flókið. Ég vil mótmæla því, þetta flókið, umferðarmál eru flókin í eðli sínu. Oft augljósasta svarið ekkert endilega rétt. Ég held við líka bara að gefa okkur tíma og bera smá virðingu fyrir þeirri vinnu sem fer fram inn á samgönguskrifstofu, að þeir eru með flókna reglu sem við vinna eftir, styðjast við yfirgripsmiklar rannsóknir, fara í slysagreiningu á okkur einasta ári, fara í talningar, kortlega gönguleiði skólabarna og allt með það að markmiði að hafa þetta sem öruggast. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá andsvörum lokið og borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir næst á mælendaskrá. Jæja, forseti ágæti borgarfulltrúi, ég held þá kannski bara áfram á sömu braut en mér langaði aðeins að tæpa á því sem gert á hverju einasta ári. Gönguleið skólabarna fastur liður samkvæmt umferðaröryggisáætlun og hefur verið frá 2002. Fyrir 2 árum var svo farið að fjölga sebrabrautum í tengslum við þetta verkefni eftir að þeim hefur verið fækkað systematist á undan. Val á sebrabrautum með ómerktri gönguþverun fyrir eftir leiðbeiningum frá Eflu sem borgin lét vinna fyrir sig eftir úttekt mannvits á gönguþverunum í Reykjavík. Í gönguleið skólabarna fara 70 milljónir króna á hverju ári. Frá 1983 hefur borgin tekið saman tölfræði slys og á þeim grunni unnið að lagfæringum á svokölluðum svartblöttum. Í dag tölum við reyndar vástaði og slysagreining höfð þar til hliðsjónar. Í greiningu á vástöðum til að mynda stuðst við skráningu í tengslu við hjólaði vinnuna, ábendingar frá íbúum og ábendingar frá lögreglu. Í lagfæringu á vástöðum fara 50 milljónir á hverju ári. Auk þess eru settar 20 milljónir á hverju ári í ný eða endurbætt gangbrautarljós aftur samkvæmt leiðbeiningum frá Eflu og einnig líkt og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á áðan, þau erum við sumstaðir með gönguljós sem við teljum ekki boðleg í dag vegna stutts tíma. Samtals því beinar aðgerðir til bætts öryggis 140 milljónir krónar á ári. Aðrar aðgerðir sem stuðla bættu öryggi eru endurhönnun gatna, lækkun hraða, göngubrýr og mislæg og göngutengingar, hjólreiðaáætlun og svo mætti lengi telja.
Rétt til að tæpa á rannsóknum og þróun þá gott að því að halda til haga að Reykjavíkurborg styrkti úttekt mannvits á gönguþjóðunum í Reykjavík fyrir 3 árum síðan til þess að akkúrat draga fram öryggi og vankanta á gönguþjóðunum og fékk í kjölfarið verkfræðistofuna Eflu til að vinna leiðbeiningar með því að akkúrat með það markmið að gera gönguþjóðunir í Reykjavík öruggari. Ég vil bara halda til haga inn á samgönguskrifstofu Reykjavíkurborgar unni markvisst og mikið að því að bæta umferðaröryggi og þær aðgerðir sem við farið yfir í hafa skilað árangri og fækkun slysa veruleg. Á seinustu 20 árum hafa orðið 3 banaslys á gangandi í Reykjavík. Eitt á Hverfisgötu sem nú hefur verið þrengt, annað á Snorrabraut sem nú hefur verið þrengt og eitt á Sæbraut við Frakkastíg en sú þverun sem stendur í endurhönnun. Auk þess að voruð 16 alvarleg slys á gangandi á Snorrabraut, Hverfisgötu og Borgartúni. Allt voru það fyrir þær breytingar sem voru því markmið að lækka umferðarhraða og bæta aðgengi gangandi og hjólandi á þessum götum. Ég les oft smartlandið, ég skammast mér fyrir það en ég geri það samt. Við sjáum oft greinar sem stendur misti 15 kíló án þess að fara í megrun. Misti 99 kíló, það einn sem núna, án þess að fara í megrun. Að því að stundum, það sem við föttum það þegar við fyrir megrun að stundum ekkert gott að fara endilega í átak. Stutt átök með því að þau klárist, en það sem við viljum frekar frá stefnubreiting eða lífsstílsbreytingu. Á seinustu 20 árum höfum við fækkað slysum á gangandi og hjólandi alveg gríðarlega án þess að fara í átak. Að því að stefnan var sett skýr, ekki af þessum meirihluta, ekki af seinustu meirihluta, heldur að ræti sem rekja miklu aftar, en árangurinn hefur verið okkar allra. Auðvitað má alltaf skoða hvað má betur gera, en ég myndi telja að við varum að mjög góðri braut, en það sýnir tölfræðin okkur það. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég í grófum dráttum ánægður með þann tillögu sem hér liggur fyrir, enda hún í fínu samræmi við stefnu sem að Píratar í Reykjavík voru með á sinni stefnuskrá fyrir kosningar í vor, sem að var að þá leiða að átak þyrfti að gera í því að gangbrautir uppfyllti lagaskilyrði þar sem að óljóst væri á köflum hvort að gangbrautir væru löglegar eða ekki. En eins og borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir kom inn á áðan, þá það kannski ekki endilega rétta orðalagi í samhenginu. Andinn þarna auðvitað svo sami og ríkir yfir tillögunni og umræðunni það að það þurfi að skapa þarna ákveðið samræmi og tryggja það að allir séu svona geti séð það vel hvenær þarf að stoppa og hvenær ekki og hvenær örugt að fara yfir og hvað nákvæmlega það sem blasir við fólki í umferðinni. Og auðvitað það líka rétt eins og borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir kom inn á að það verið að gera ýmislegt nú þegar og þetta kannski verið dálítið að hamra á því og svona setja í formlegan farveg ákveðina vinnu og svona láta fólk vita hvað við erum að gera og hvað við ætlum að gera og svona sjá hvar samhljómur með opinberum umræðum og það náttúrulega bara hið besta mál. Síðan kosið í kjölfar þessara umræðina sem að hafa verið mjög svona viðfeðmar. En það eitt sem að mér finnst dálítið vanta í þessa tillögu sem kannski pínu orðfengisháttur, ekki síst vegna þess að það hefur pínulítið komið fram í máli þeirra borgarfulltrúa sjálfstæðismanna sem lögðu fram tillöguna að mér finnst dálítið vanta áhersluna á uppfræðslu og viðhorf hinna akandi. Það bara að tala að uppfræða hvernig gangandi og hjólandi að fara yfir með öruggum hætti en ekki hvernig akandi ökumenn hvernig á uppræða þá og breyta þeirra viðhorfum að sína aðgátt. Mér fannst borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lýsa ákveðnu viðhorfi mjög vel með það að ökumenn fyllast svona óþolinmæði leið og það kemur gult ljós á gangbrautum að því að þeim finnst þeir eiga eitthvað rétt
og þeir verðið að halda áfram að það sé pirrandi fyrir þá að þurfa að stoppa fyrir hinnum gangandi þegar það á að vera sjálfsögð kurteisi og þegar það er svona vafi það hvort að það er örugt að vera á einhverjum ákveðnum hraða eða hvort að ég stoppi ekki. Finnst mér að viðhorfið ætti nú bara hreinlega að vera þannig að það sé bara örugast að hægja aðeins á sér og líta vel í kringum sig. Það er mikilvægara að tryggja öryggi en að kannski að komast pínulítið fyrr á áfangastað. Já, ég ætla að taka undir með borgarfulltrúanum Júlíu Sif Ingasyni að það er ágætt að forðast mjög ítarlegar umræður til dæmis Snorrabrautina og þess aftar af því að þó fólk kunni hafa skoðanir af því hvernig það er framkvæmt þá er auðvitað rétt að þarna var brýn þörf á því að draga úr mjög alvarlegum slysum og fyrir utan það að þetta er utan við efni umræðunar hér sem að eru gangbrautir og allt annað út frá því er spjall eins skemmtilegt og það kann að vera. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já þetta er bara alveg prýðileg umræða og ýmislegt sem fram hefur komið sem að einmitt er ágætt að velta fyrir sér og hafa það með þeirri vinnu sem vonandi býður þá okkar inn á umhverfis- og skipulagssviði, meðal annars þessi ágætt ábending það auðvitað þarf að fræða þá sem akandi í umferðinni líka. Það er bara eitthvað sem hefði mátt vera þá í textanum en auðvitað skiljum við það öll að það er hluti af þessari vinnu sem að fram þarf að fara. Það er reglur sem að gilda það hvernig gangbrautir eiga að vera lögum samkvæmt. Það var komið inn á það hér. Ég ætla ekki að fara mikið út í það. Lögin segja það eiginlega skýrt. Ýmislegt segja reyndar gangbrautir, meðal annars það hvernig við að nálgast gangbrautir, hvernig við að hægja á okkur og hvernig við að vara okkur og helst ekki að stoppa við gangbrautir sem kemur svolítið óvart en það er nú hluti af umferðarlögunum sem þar sem það kemur fram. En það er gagnrýnt í mannvirkisskýrslunni að það eru ýmsar reglur óljósar varðandi það hvernig gangbrautir eiga að vera. Og það er auðvitað má skilja lögin þannig að meginreglan sé það að það eigi að vera sebrabrautir. Það verður ekki skilið öðruvísi. Það verður líka ekki skilið öðruvísi en það eigi að vera þessi skylda að hafa gangbrautarskilti. Og þetta allt saman þurfum við að fara yfir. Ég ætla að samt sem áður við skulum ekki fara að gera það einhverju umræðuefni hér. Það verður tilefni til þess að ræða þetta síðar. Vonandi kemur út úr þessari vinnu eitthvað ákveðið átak, kannski bara til langs tíma. Það er ekki verra, það lýst mér bara ágætlega á, en það verður náttúrulega best ef að við okkur beri gæfa til þess að fara yfir þetta áður en að gengið verði frá fjárhagsáætlun, þannig við getum farið yfir það. Megin ástæðan fyrir því, sýnist mér, á að svona gangbrautir hafa verið að koma upp í það sem ekki eru merktar, er það að gangstígakerfi borgarinnar og hjólastígakerfi borgarinnar hefur auðvitað verið tengt við gangstéttir og þverað helstu akbrautir. Það er helst þar sem mér virðist að ekki hafi þótt ástæða til eða mönnum yfirsést og ekki hort á neitt í því sambandi, heldur bara þá okkur öll ef okkur líður betur með það, að merkja þessar þveranir þar sem fólk á oft erindi einmitt yfir þessar gangbrautir, því gangstígakerfið er mjög mikið notað eins og við þekkjum. Þó er það ekki allýtt, til dæmis sem að auðvitað vekur athygli að þegar ekið er eftir Suðurlandsbrautinni og takk eftir því að eins og hún er nú mikið þveruð og háskólinn er beggja vegna Suðurlandsbrautar að þá skuli, fyrirgefið Suðurgötu ætla ég að segja, að þá skuli vera 3 slíkar þveranir á Suðurgötu. Það sem engin skilt eru, engar merkingar, engar viðvaranir og ekki neitt. Og þar er umferð bara nokkur hröð og þar eru þetta mjög mikið gangandi nemendum sem að eiga þarna leiðum og þessu þurfum við öllu saman að huga að. Ég bara þakka fyrir það hvað andinn hefur verið góður hér, hvað menn hafa tekið vel í það að fara í þetta mál og skoða þetta. Það er alveg rétt sem að framkom hérna að það eru 30 km hverfin sem hafa haft mjög mikið að segja öryggi hérna í borginni. Það er auðvitað ýmislegt annað. Það er til dæmis satt að segja að bara bílar hafa breyst mikið. Bílar eru rúnaðri, þeir eru þannig settir saman núna, þeir eru ekki með stórum krómuðum stöðurum sem geta verið stórhættulegir, heldur eru þeir mjúkir viðkomu, ég ætla nú ekki að segja þægilegir, en þeir eru nú samt sem áður þannig að þeir eru minna skaðlegir en þeir voru hér fyrir 30-40 árum. Þannig að þetta eru svona fullt af hlutum sem að skipta máli og vonandi það líka að ökumenn hafi áttað sig á því
að það ber að aka eftir aðstæðum og taka tillit til þess að það eru gangandi, hjólandi vegfarendur af öllum toga, stærðum og gerðum sem að auðvitað við verðum að taka tillit til í umferðinni og forðast það að valda slysum. Og það er gott að heyra það ef það er búið að breyta skráningum slysum á hjólreiðamönnum. Það er bara mjög gott mál. Fram til þessa hefur nú þannig verið talið að þau slys væri mjög vantalin vegna þess að fólk sem að slasa sig á hjólum, það kemur þá til þess að leita lækninga á bráðamóttöku mjög gjarnan og það er ekki sérstaklega skráð að þetta eru hjólreiðamenn, þetta er bara fólk sem hefur slasast úti við og þá vonandi kemur það betur fram núna hvernig þessi slys verða. Og þá kannski er ýmislegt svona í sambandi við aukna reiðhjólanotkun sem að bera að athuga og ég er svona varla þora að nefna það hér en kannski ættu menn að huga að því að hjálmanotkun verði víðtækari og sé ekki bara upp að 15 ára aldri heldur það séu fleiri en bara unglingar og börn sem að ég nota hjálma. En ég ætla nú að segja það núna því að ég er búin að loka mælendaskrá og getur hengið hlaupið upp og farið að mótmæla því. En það gefst nægur tími til þess að ræða þetta símar og þið fyrirgefið hérna hinn sko en við höfum rætt þetta hérna okkur og sitt sýnist hverjum varðandi það hvort að hjólahjálmar séu æskilegir eða hvort það eigi að gera skyldu að nota hjólahjálma á Íslandi eins og hérna er í Ástralíu til dæmis og Nýja-Sjálandi. En nú er ég komin út á hálfan ís og þangað ætla ég nú bara alls ekkert að fara. En ég vil bara aftur þakka fyrir þetta og við vonandi gerum eitthvað þá gagn þegar þetta mál kemur svo fyrir okkur í umhverfis- og skipulagsráði. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs. Þá göngum við til atkvæða þessa tillögu. Hér eru allir í salnum og það hefur verið lagt til hér að tillögunni verði vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagssviðs. Þau sem að samþykki það gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 4. lið á dagskrá fundarins sem er